Hvernig var það, þú veist, fyrir þig að komast inn í þetta? Ég náttúrulega lendi bara óvart inn í þessu, ég kynntist náttúrulega Inga fyrirverandi manninu mínum og ég ætlaði nú fyrst bara að, þú veist, ég var í flúri hjá honum og var að sýna honum einhverja teikningar og svona. Já. Og svo byrjaði hann að kenna mér og svo bara byrjuðum við saman bara í kjölfarið, sko. Ég var mikið eins og ég segi bara, og þá var hún alltaf smíðandi nálar. Það var dýlitt föndur, það var mjög gaman að því. En þá þið líka bara, þarna hann ekki með þarna Viking Studios eða? Nei. Þarna þið bara flúra heima? Var, já, þetta var í einhver svona millibist ástandi hjá honum, sko. Það var eitthvað þarna á Tattoo 69 með Vincent. Já. En svona fyrstu árin voru ekki, við erum ekki á stofu, sko. En hann alltaf var með allt, hann hafði farið á hausinn þarna, Viking Studio. Það getur stóli? Jú, það var nú sögursagnir bak við það. Og ekki ennþá vita almennilega hvað var það á því allu. En svo voru alltaf að fara að Kvíabryggju og eitthvað líka? Jú, við söfnuðum fyrir stofunni með því að flúra á Kvíabryggju. Og það var alveg interesting place. Maður lappar hérna inn og allt flutt að litlum kanínum og naggrísum út allt, bara svona öll túnin, útötuð í kanínum og naggrísum og svo golfvöllur og maður bara nice. Það var bara mjög skemmtilegt og skemmtileg reynsla að hafa gert þetta. Við gerum þetta 3 held ég eða eitthvað. Fórum svo alltaf líka í Grundarfjörð og flúruðum í Sjálfstæðishúsinu. Það var eitthvað svona Sjálfstæðisflokkur með eitthvað pínulítið blátt hús. Mér finnst það samt alveg cool stemming að fara í fangelsi og Já, þetta var það. Því að svo, sko, við lentum einu sinni í því að, ég man ekki hver það var, hvort það var Annþór eða eitthvað. Það var einhver sem fekk hótun. Það var hringt í hann úr bænum og einhver gaur ætlaði að koma þarna bara haglabyssu. Þannig að það var bara allt sett í lockdown og við hann inni náttúrulega. Og enginn mátti fara út og inn og lögreglan komin upp í fjöllin með eitthvað skát og það var mjög spennandi, sko. Svo kom þessi maður ekkert en þetta var mjög spennandi tímar og skemmtilegir. Og hvernig fór þetta þá fram, þú veist, hvernig var uppsetningin á þessu inn í fangelsinu? Já, við vorum með, það var eitthvað skrifstofa þarna innst sem við settum upp. Eitt skipti fengum við húsnæði sem var út fyrir, sem var hafði verið undir, ég held að þessi orðið kvennapartur, eða var á einhvern tíma svona kvennaparturinn að Kvíabryggju. En ég veit ekki hvernig það er í dag. En bara settum upp bekk og döðhreinsir og náttúrulega þá þurftum við að smíða nálarnar líka, þannig að við þurftum að taka það system allt með okkur ef við skildum gera eitthvað meira en Þetta er ógeðslega mikið að drasli. Já, þetta var rosa mikið að drasli. Þetta var alveg, og ég held að við höfum bara verið á einhverju Volkswagen Polo eða eitthvað þá, sko. Þannig að við tróðum þessu öll í bara. Veistu hvort það hefur einhver gert þetta síðan? Á Kvíabryggju? Sko ég veit að, Fjölnir gerði þetta áður, sko. Hann fór á Kvíabryggju. Þannig að þú fór hann á Kvíabryggju? Já, hann var að flóra á Kvíabryggju. Þannig að það er eina sem ég veit allan, en ég held svo sem þetta hefur ekki verið leyft í framhaldi, sko. En þetta var mjög skemmtilegt. Öðruvísi upplifun og, þú veist, mér finnst alltaf gaman af alls konar fólki og, þú veist, stundum aðeins og gaman af alls konar fólki með alls konar en já, þannig að mér fannst þetta allan mjög skemmtileg upplifun.